Halló og velkomin í nýtt vlog. Ég að byrja að græja mig fyrir smá teiti. Það svo Valborg í dag sem að sumir segja að sé til að fagna konginum en aðrir segja að sé til að fagna vorinu, þannig að I'm not sure. Eða bara bæði. Við erum okkur boðið í smá party hjá vinum okkar. Það náttúrulega allir í fríi á morgun út af 1. maí. 1. maí líka þeng í Svíþjóð, ég vissi það ekki. Og já, við ætlum að fara til þeirra að grilla, fara í einhverja leiki og eitthvað stemming. Já, guð, mér finnst svo mikið update sem ég þarf að gefa ykkur. Svona þegar ég ekki að posta hverja einstu viku. Ég bara full að skrifa ritgerð, eins og ég veit. Það gengur svona upp og ofan. En ég þarf að skila drögum, alveg heilum fullum drögum núna á 50. morguninn klukkan 8. Svo skila ég rauninni loka drögum til yfirferðar 13. maí. Það var bara að kynna og klára þetta. Ógeðslega spennt að vera búið með þetta. Þetta er búið að vera ömurlegt. Spennt að fara bara út í lífið aftur. Fyrir utan skólan þá erum við að flytja. Úr íbúðin okkar. Við flytjum í júlí, 1. júlí líklega. Fengum svo skilaboð núna á laugardaginn hvort við vildum koma og skoða eina. Og við bara eitthvað, já, okkur ekki. Byrjum bara að skoða, komum keflinu á stað og eitthvað. Svo bara, herri, þið megið fá hana. Og við bara, what? Fyrsta íbúðin sem við skoðum, það smá erfitt að bara svona, já, tökum hana. En leigusamningurinn bara 6 mánuðir til að byrja með, þannig að við ætlum bara að skella okkur á það. Og sjá svo til hvort að við fýlum þennan stað eða ekki. Þetta aðeins lengra út úr borginni. Samt ekki langt, skilur. Og þetta á sömu línu og Stulli myndi taka í skólan, lestarlínu. Þannig að það eiginlega bara perfect. Annað í fréttum, ég keypti mér hjól. Ég hef búin að búa hérna í næstu 2 ár og ég var að kaupa mér hjól í fyrsta skipti. Ógeðslega ánægð með það. Ég fekk það sko skít og kanil á Marketplace. Og núna þurfum við eiginlega bara að finna hjól fyrir Stulla því að ég ekkert að vera eina hjóli. Já, þetta var svona rough update. Nú ætlum ég bara að klára að græja mig og skella mér í Valborgsfest, segjum að það heiti það. I have no idea. Þannig að já, ég að fara að hitta fullt af fólki sem ég aldrei hitt áður og mun 100% ekki þora að vlogga. En ég tek kannski eitthvað upp á síma minn sem svona meira discreet. Ready to go. Hárið mitt heppnaði svona for once. Ég þarf samt eiginlega að fara að láta klippa toppið minn aftur því að hann vex svolítið hratt. Það pirrandi samt leið við förum út þá skemmist þetta allt. Þannig ég ætla að taka með teigi, bara svona, just in case. En það svo gott veður. Og mér heitt. Það bara ég að þegar ég græja mig þá verð ég strax bara... Det var bra... Väldigt bra. Vad heter det? Valborg? Svo góð ég að koma mér í alls konar vandræði í eldhúsinu. Og þetta það nýjasta nýtt hjá mér. Ég ætla að vera súrdegsmeistari. Jú. En þetta ógeðslega erfitt. Oj, huff. Bara ælulykt af þessu. Ég að nota einhverja uppskrift inn á hanna.is sem bara heitir eitthvað, súrdegsgrunnur eða eitthvað. Og nú ég búin að vera með þetta í 2 daga. Núna á ég bara að setja eina matskeiða hveiti. Það tekur svo langan tíma.
Ég er búin að gera þetta einu sinni og þetta misheppnaðist. Og það var bara 6 daga commitment og svo bara feilaði það. Það var feilaðilegt. Þannig að ég gefur samt ekki upp. Ég reyni aftur og ekki bara. Og vona að þetta gangi upp að því mig langar svo að gera svona súrdegspítsur og eitthvað en það virðist ekki alveg vera á mínu plani en á þessu. Nú lokum við svo aftur í sólarhring og gerum eitthvað við þetta á morgun. Ég ætla að skella mér í gymmið, taka leg day. Það er svo næs núna þegar gymmið er í alveg kílómetra fjarlægð. Eftir að ég fekk hjólið mitt. What a time saver. Ég er bara 5 mínútur að hjóla áka núna. Í stað þess að vera, þú veist, 12 mínútur að labba eða eitthvað. Ég held ég taki daginn í dag bara í smá svona, hvað ég segja, ná áttum eftir skilin í gær. Og svo kannski á morgun þá held ég þess áfram. Af því ég get alveg gert eitthvað áður en ég fæ feedback. Leitað rannsóknum og eitthvað svona. En í dag ætla ég bara að njóta þess að vera til og ekki vera stressuð og bara gera eitthvað cozy. En já, skellum okkur í gymið. Það er svo gott veður en ég er að fatta að ég glemdi sólglerunum mínum uppi og við búum á 4. hæð á sænsku, 5. á íslensku og ég bara, ef ég gleymi okkur uppi þá er ég ekki að ná í það. Það er bara þar. En, já, ég er að opna hjólið mitt góða og ætla að go for a little ride. Ógeðslega gaman að hjóla í svona góðu veðri. Ég hef sagt áður en ég ætla að segja það aftur. Form appið er eitthvað mesta snilld sem ég veit. Það er bara svo mikið snilld að vera með eitthvað sem að svona tekur mann í gegnum æfinguna en ég er ekki bara eitthvað ein með heyrnartól bara hvað þetta er erfitt og þú veist, hún er að hvetja mann áfram og I love it. Eins og ég segi, ég er búin að mæla mér þessu áður en ég ætla að gera það aftur af því að þetta er Look at this weather. Oh my. What a timing. Ég er að fara niður í bæ á sample sale hjá Djörf Avenue. Ég er að fara með Magni vinkonu minni og já, við ætlum að gera okkur eitthvað næs dag. Það er amazing veður. I love this. Strætóið minn var komin svo allt of snemma þannig að ég ætla bara að rölta í humleik og orð enn. Það er svo gott veður. Það var geggjaður dagur, damn hvað ég er spennt. En ég er búin að undirbúa mig fyrir þetta sample sale og er með alveg lista yfir hluti sem ég er leitað. Þannig að hopefully the luck will be with me. Þetta er insanity, ég keypti svo mikið. Það gekk svona glimrandi vel hjá mér að vlogga þetta pop-up. Nei, sample sale. Við fengum 45 mínútur til að skoða og borga og allt. Og við þurftum að nota allar þær 45 mínútur. Eins og sást á bunkanum sem ég var með. En nú erum við komin heim og það er goodies og eitthvað skemmtilegt í sjónvarpinu. Shit. Hvað ætlum að horfa á? Ég veit ekki. Wrexham eitthvað. Welcome to Wrexham eða Baby Reindeer. Já, þetta múið að segja hvað gerðist. Þetta er bara að hljóma smá miðaldra en í gær. Nei. Fyrir það. Í fyrradag byrjuðum við á þáttum sem heita Händelser við vatnet eða eins og RÚV þýddi það skemmtilega atburðir við vatn. Og við byrjuðum á þessum þáttum og þeir voru í einhverju flokk sem hét síðasti séns og við bara svona, já, ok, cool. Gerum ekki alveg grein fyrir hvað það þýddi. Tókum 3 þætti og vorum hooked og ætlum að halda áfram daginn eftir. Og þýddi síðasti séns.
einn dagur og það var farið og það ekki hægt að finna það á netinu. Þetta var heartbreaking. Ég vildi ekki horfa á neitt annað eftir þetta því ég var bara fúl. Það var einhverjum að vinna á RÚV. Einhverjum á RÚV sem getur pluggað okkur og hent atburðir við vatn aftur inn í 2 daga. Það var ég mjög þakklátt. Þessi skál lítur ógeðslega vel út. Cheers. Guten morgon frá einni vel nývaknari. Í dag sunnudagur og ég enn að bíða eftir feedbacki á ritgerðina mína. Þannig ég svona pínustrand, en ég ætla aðeins að fara á eftir og skoða rannsóknir og svona til að flýta fyrir mér. Ég veit alveg hvaða feedback ég fæ cirka. Þannig ég ætla að byrja á því í dag, en fyrst ætla ég að baka beiglur. Ekki spyrja mig hvernig súrdiskurinn minn gekk í annað skiptið. Já, hann að fara í ruslið. Ég þarf tips af því að vatnið mitt skilur sig alltaf og kemur svona ofan á og ég veit ekki hvað þýðir. Ég búin að googla og það bara annarkvort bara þetta misheppnaðist eða hann svangur og ég bara hvað þýðir það? Þannig að ég ætla að baka beiglur núna. Ekki súrdeigsbeiglur, heldur bara venjulegar beiglur. Mér langar ógeðslega að klára prjónapeysuna mína í dag. Við erum komin þangað, hún að vera búin. Ef ég næði að klára í dag þá verður það svo mikið afrek. Þá get ég líka bara ekki hugsa peysuna og bara ritgerðin, go, klára og þá bæði búið. Ég ætla samt að taka aðra peysu á sjálfa mig. Strax í kjölfarið. Hún var svona blá og hvít til skiptis. Ógeðslega flott. Þannig að já. Ég bara dottin inn í annan prjónaheim. Frekar proud of myself, verður ég veikina. En nú ætla ég að fara að baka beiglur handa okkur Stilla. Sjóða beiglurnar. Ég alltaf smá, eða alltaf ég gert þetta einu sinni. Smá stressu fyrir þessu. But it will be fine. Maður þarf bara að fylgjast vel með. Looking good. Nú það topping time. Cinnamon sugar. Gett ljós. Það döknar örugglega. Mér finnst þetta spennandi. Mér líka. Þú líka að testa hvað finnst best. Fyrst þetta var ekki flóknara en þetta. Hvernig? Penslu við hina svo osturinn festist á. Í sófanum og var að klára að edita og var að fatta að ég sýndi ykkur aldrei hvað ég keypti á pop-upinu. Oh my god, nei, sample sale-inu, þetta ekki það sama. Vlogið var bara orðið alltaf langt, sýndist mér, þannig að ég verð bara að gefa ykkur smá hól í næstu viku. Sýna ykkur hvað ég keypti, flott. Keypti peysuna sem ég í núna. Hún er ótrúlega kósí. En, eins og ég segi, þetta er orðið rosa langt vlog, þannig ég ætla ekki að byrja að spjalla við ykkur aftur núna. Þannig að ég segi bara takk fyrir að horfa og ekki gleyma að like og subscribe og við sjáumst
einhvern tímann. Ég þori ekki lengur að segja næsta sunnudag eða næstu viku af því að álagið í ritgerðinni einhvern veginn svo ófyrirsjáanlegt, ótrúlegt en satt, þannig að við sjáumst þegar við sjáumst.